Rúnar 4-1 tap gegn Njarðvík í kvöld. Hvað var leikplanið hjá Gróttu í dag? Já, það er ekki furða að spyrja því. Við ætlum að reyna bara að mattsa það í baráttunni en við vorum bara undir í því í fyrri hálfleik og þeir bara kerðu yfir okkur. Þannig að við sáum ekki til sólar í fyrri hálfleik, það er bara þannig. Njarðvík bara var miklu betra lið og við áttum ekkert skilið neitt út af þeim hálfleik. Við skoruðum 4 fín mörk og náttúrulega við kannski fengið 2 ágætis sóknir sem við getum nýtt betur. En síðan kannski 4-1 yfir í hálfleik, við komum alveg ágætlega öflugur inn í seinni hálfleikinn og mér fannst það ganga betur hjá okkur, nálægt þeim og þeir höfðu ekki svona auðveldlega fyrir þessu allavega. Fannst þið liðið missa trú á verkefninu bara við að lenda undir snemma leiks? Mér fannst það ekki, mér finnst bara Njarðvíkingar vera bara hrikalega öflugir á móti okkur. Við vorum útrúlega aggressífir og við reyðum bara ekkert við það, bara í heiðarleika sagt sko. Þannig að bara óska að Njarðvík til hafi ekki meira sigur. Við vorum öflugir þetta og voru betri við þetta. Kom þeir ykkur eitthvað óvart? Nei, meina bara miklu betri heldur en voru fyrirleiknum, það er bara þannig. En nei, við erum bara að sjá það og við vorum að vera klárir í það að við þurftum að vera mattsa í þessari baráttu og vinnuseminni og dugnaðinum og við fannst við vera bara undir þar. Þeir bara voru sterkari við þar, það er bara eins og þannig og stundum er það bara þannig. Við getum lært hellinga á þessi leik. Nú eru 5 stig upp í síðast umspilssætið, Grótta á 5 leiki eftir. Getið þið náð því? Við erum svo sem ekkert að satsa á það beint. Við erum bara að reyna að eiga góða leiki sem eftir er þessi mót sko. Við séum bara að sjá hvert það leiðir okkur sko. Næsti leikur er bara stutt í næsta leik og það er á mánudaginn við Grindavík sem áttu góða sigur í dag á móti Þrótturum. Þannig að við þurfum bara að endurheimta okkur og vera klárir í slaginn á svona baráttuslag á móti Grindavík. Og þannig að við þurfum bara hugsa einn leik í einu og sjá bara hvernig það leiðir okkur. Undir lok leiks færðu rautt spjald. Hvað fór fram þar? Já, ég veit kannski ekki að ræða það eitthvað. Það er góð fyrir að vera blæðar að því eitthvað í fjölmiðlum. Það bara það gerist ekkert dómgjöf þannig að segja. Það var aðalega hvernig Línur verið að tala við leikmanni hjá mér. Ég var ósátt við það. Takk fyrir.